Það er frábært. Þá bara byrjum við. Okay. Komið sæl. Við erum hérna í tilefni af 17. október í dag og sem er alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og ég ákvað að fá hérna til okkar Daníel Örn Arnarsson og Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem að hérna eru í stjórn Eflingar og Sólveig Anna er formaður Eflingar eins og margir vita. En hérna Efling er náttúrulega stærsta stéttarfélag láglaunafólks í landinu. Og hérna þannig að mig langaði eiginlega bara því að við fylgdumst flest með hérna þegar að hérna kosningabaráttunni í Eflingu þegar að B-listinn fór í þetta framboð og sem var skipaður eingöngu af hérna fólki úr grasrótinni. Og mig langar eiginlega bara að byrja að spyrja því að þetta er náttúrulega hérna já, þetta var sögulegur sigur, Sólveig Anna. Hérna, getur þú sagt okkur aðeins frá hvernig þetta er búið að vera síðan þið tóku við? Þetta er náttúrulega búið að vera bara hérna ótrúlega brjálæðislegt og bara auðvitað oft á tíðum mjög erfitt en jafnframt líka inn á milli ótrúlega skemmtilegt og alltaf alveg sama hvað hefur verið að gerast mjög áhugavert. Við náttúrulega erum núna búin að vera þarna í meira en 2 ár. Við tókum við mánaðamótin apríl-maí 2018 og við hérna náttúrulega bara svona stukkum bara einhvern veginn, já við svona, þú veist, já, þetta bara byrjaði bara svona með hvelli. Og svo þarna veturinn, eða haustið 2018, þú veist, þá náttúrulega bara hófust þessar samningaviðræður, þannig að mér líður oft þannig eins og það hafi bara bókstaflega ekki komið einhvern veginn einu svona 1 mínúta þar sem að við höfum eitthvað svona geta aðeins bara pústað og ég hérna, þú veist, þetta er svona eins og að vera bara syndandi og þú veist, ég er svona kannski alltaf að ímynda mér, já, nú hlýtur að fara að koma svona allavega einhver svona eyja sem ég get svona eitthvað hvílt með þess á þessu sundi en það er eiginlega bara ekkert svoleiðis. Og eins og ástandið er núna, þá get ég bara ekki séð fram á það verði. En þetta er, já, þetta er bara búið að vera hérna ótrúlegt. En ég svona reyni bæði bara þegar ég er svona að fara yfir þessa hluti með sjálfur mér og í samtölum við félaga mína og bara aðra að fókusera svolítið á það sem að hefur verið hérna bara svona, þessi svona sigrar sem að þó hafa unnist eins og til dæmis sigurinn sem var svona margslunginn sigur varðandi hérna aðgerðirnar okkar í borginni þar sem að við hérna fórum í þessa svona mjög markvissu og þetta bara róttæk og baráttu fórum svo í margra vikna verkfall og á endanum náðum að knýja fram, auðvitað náðum við ekki öllu sem við vildum, en við náðum að knýja fram hérna annars vegar miklu betri kjarasamning en upphaflega hafði verið sem sagt svona lagt upp með af hálfu borgarinnar og svo náðum við náttúrulega að móbilisera okkur og fólkið, Eflingafélagana hjá borginni og náðum að búa til eitthvað svona moment þar sem einmitt láglaunafólk í borginni, fyrst og fremst konur, studdar þó með hérna bara mjög dyggri aðstoð þeirra manna, karlmanna sem eru Eflingafélagar hjá borginni og mér fannst það líka alltaf mjög hérna bara svona gaman að upplifa það. Hvað félagar okkar til dæmis í samninganefndinni voru bara algjörlega með okkur í því að þetta væri svona mjög kvennamiðuð barátta. Í það minnsta hvað tókst að hérna að loksins búa til bara þetta svona plattform fyrir þessar konur til þess að stíga fram og lýsa sínum aðstæðum og sínum skilyrðum á þennan ótrúlega hérna bara svona glæsilega og hérna flotta hátt. Þetta var erfitt en þetta á endanum, þú veist, þau okkar sem svona tóku þátt í þessu bara svona í gegnum allan þennan tíma held ég að séum öll sammála að þetta hafi verið eitt af því skemmtilegasta sem að við höfum bara gert á okkar lífsleið.
þannig að, já, þú veist, þetta er erfitt og það er auðvitað erfitt fyrir mig og erfitt fyrir aðra í þessari baráttu að sitja undir, þú veist, þessum ótrúlegu árásum og þessum svona brútalisma, þessum buffhamri sem er alltaf einhvern veginn tekin upp með reglulegu millibili og látin dynja á okkur. En á endanum þá er það sannarlega mjög þess virði og og þú veist, meðan að það er svona kameradri í gangi og meðan að við erum sameinuð í þessu þá er ég alveg tilbúin til þess að já, bara að láta þennan buffhamar einhvern veginn dynja en þú veist, hann já hann er bara á loft, hann bara er þarna, þú veist, það er bara einhvern veginn það er ekkert annað að gera heldur en bara að horfast í augu við það og reyna bara eftir bestu getu að eiga sinn eigin hamar til þess að berja þá á móti með. Einmitt, það er náttúrulega svona það sem hefur verið sem hefur líka verið bara hluti af þessari svona upprísu fátæksfólks sem heild. Það er náttúrulega bæði, þú veist, það hafa verið öryrkjar og þú veist, og svo einmitt láglauna fólk sem er náttúrulega bara núna svolítið komin tími til að sé í sameiginlegri baráttu bara lífskjör kannski. Algjörlega. Og það hefur líka verið svona fallegt það sem hefur gerst eins og innan Eflingar að þetta er náttúrulega stéttarfélag láglaunafólks svona að miklu leyti til. Og þarna eru náttúrulega einmitt kvennastéttirnar og svo mikið af fólki af erlendum uppruna. Hvernig finnst þér eins og þessi samstæðan, því nú hefur þú líka til dæmis talað með Þuríði Hörpu í Öryrkjabandalaginu og þetta eru náttúrulega samhangandi mála þegar það er oft konur, sérstaklega konur en líka karlar úr láglaunastörfum sem enda einmitt á örorkubótum. Akkurat. Hvernig finnst þér svona með þessa samstöðu? Hún er mjög mikilvæg og hún mætti, þú veist, við og svo Öryrkjabandalagið, þú veist, það er náttúrulega bara einhvern veginn, það er alltaf svo brjálæðislega mikið að gera og ég meina þau eru í sinni, þú veist, ótrúlega stóru og erfiðu baráttu. Stundum bara skil ég ekki bara hvernig þau bara geta meir en Þuríður Harpa náttúrulega ótrúlega magnaður bara leiðtogi og fólkið í kringum hana og Öryrkjabandalagið er náttúrulega einhvern veginn á bara ótrúlega svona, já, bara mögnuðum stað. Og svo erum við náttúrulega alltaf á kafi svona í okkar baráttu en já, það er náttúrulega mjög mikilvægt að það sé einhver svona samþætting þarna í gangi og ég og Þuríður Harpa við í það minnst að reynum svona að rækta samband okkar á milli þannig að þegar við getum þá getum við í það minnst að staðið hvor með annari og Efling geti staðið með Öryrkjabandalaginu og öfugt. Þessi herferð til dæmis sem að þau eru í núna með kökuna, bæði bara blaðauglýsningin og svo leiknaauglýsningin, þetta er náttúrulega ótrúlega flott og þetta er mjög hugrækt, þetta er flott leið til þess að fara og ég er nú búin að heyra aðeins í Þuríði Hörpu af því að ég fekk einhverja svona rosalega djúpa og mikla löngun til þess að við færum af stað með einhvers konar svona mótmælagjörning í kjölfar þess að hinn margumtalaða friðarsúla var það var kveikt á henni en eina ferðina. Þá fór ég að hugsa hvort að það væri ekki komin tími til þess að búa til einhvers konar réttlætissúlu eða eitthvað svoleiðis þar sem að þú veist við byggjum til einhver svona moment þar sem að við værum með kastljósið á þá hluti sem að skipta okkur ótrúlega miklu máli og þá hluti sem að eru í okkar efnislega heimi ekki bara þú veist kveikjum ljós og það lýsir eitthvað og við getum svona öll ímyndað okkur að við séum með því að vinna einhverja stórkostlega sigra heldur að kveikja réttlætisljósi eða eitthvað svoleiðis sem að myndi þá beinast að hinum grafalvarlegu efnislegu vandamálum sem að við sem materialískar verur í materialískum heimi erum að takast á við og ég þarf bara að heyra aftur í henni og kannski bara látum við vaða og reynum að framkvæma þetta með einhverjum hætti vegna þess að þessi barátta náttúrulega hún er einhvern veginn í þessum svona
þessari svona brjálsemi á hverjum einasta degi, þar sem að þú ert einhvern veginn bara alltaf að vinna einhver 1000 verkefni, en svo þurfum við náttúrulega líka og megum aldrei gleyma því að þessi barátta verður líka að vera það verður að vera svona symbolismi í henni og við verðum að rækta það líka sko. Það á það náttúrulega til að bara ekki gleymast heldur svona kannski falla svolítið til hliðar þegar það er mikið að gera, en mér finnst alltaf Öryrkjabandalagið nær einhvern veginn að halda þessu svolítið svona lifandi í sinni einmitt ótrúlega erfiðu baráttu. Ég meina þau eru með hópinn af fólkinu sem að hefur það verst, sem er með minnst á milli handana, fólki sem að í þessu hrikalega brútal samfélagi er ekki einhvern veginn hægt að nýta til vinnu og er þá einhvern veginn bara sett algjörlega bara til hliðar sko. Já, þegar það reynir að vinna þá er því hefnist í fyrir. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara óbærilegt að horfast í augu við þetta og þannig að já, við sjáum hvað gerist en efling og stjórn eflingar er allavega mjög sameinuð í því að vilja vera með Öryrkjabandalaginu í þeirra baráttu eftir bestu getu. Já, einmitt. Daniel, kannski fæ að heyra þessi þér. Þú komst líka inn í stjórn eflingar þarna í byrjun með B-listanum. Hvernig hefur þetta verið fyrir þig? Þetta hefur verið bara mjög skemmtilegt og pirrandi og frústrandi og erfitt en yfirleitt bara mjög skemmtilegt og það hefur verið rosa gaman að sjá bara þær breytingar sem við höfum actually náð að koma fram með í félaginu sem að við stemdum alltaf á sem var raun og veru ástæðan fyrir framboðan okkar. Hluti eins og lýðræðisvæðing félagsins og að félagið endurspegli svolítið að stjórn og trúnaðar á félagsins endurspegli svolítið félagi og uppbygginguna í Eflingu en það er náttúrulega staðreynd að meiri hluti félagsmanna eða helmingu félagsmanna, ég man ekki alveg hvernig það eru að erlendu bergi brotnir en samt sem áður þá voru erlend fólk að koma inn í stjórn Eflingar í fyrst skipti með okkur, held ég, er ég nokkuð viss og okkur hefur tekist rosa vel til, við erum okkur hefur tekist að virkja bæði bara alla félagsmenn, bæði erlendu og íslensku bergibrotnu og og eins og þegar við vorum að vinna, ég var nú ekkert sérstaklega mikið með í Reykjavíkur baráttunni en studdana þó dyggilega á hliðarlínu og það er ennþá skilti á skrifstofu borgarfulltrúa sem stendur á borginni í okkar höndum og en þegar við vorum að vinna kröfugerðirnar til dæmis fyrir hinn svokallaða lífskjarasamning að þá var rosa gaman, þá var mikið stemming og fólk kom saman og þú veist þetta var unnið í sameiningu og í hóp og sem var geggjað og rosa skemmtilegt og síðan var líka náttúrulega sem við gerðum nýtt þar er að við byggum til sérstakar kröfugerð bara á ríkisstjórnina sem það náttúrulega ekki verið það þótti ekki rosalega viðeigandi þegar við gerðum það við fílum og sjokkera fólk pínu en og þú veist það svona þetta er náttúrulega ótrúlega margir stórir sigrar sem við höfum svolítið náð þú veist eins og sýna fram á það að verkföll virka þú veist þetta er mýtan það að verkföll séu slæm fyrir alla við höfum bara slegið hann út á borðinu og sagt bara gleymið þessu en það eru líka svona litlu hlutirnir sem eru svo mikilvægir eins og þýðingar sem að við höfum verið með á öllum fréttum og öllu sem við gerum, túlkanir á öllum fundum sem við erum með og þú veist bara svona skref í áttina að gera félagið okkar aðgengilegt öllum sem að mér finnst svo mikilvægt. Og við tókum til dæmis upp á því bara núna í gær að þá stigum við fleiri skref í áttina að gera og vorum við með trúnaðaráð og þar vorum við einmitt að stiga ennþá fleiri skrefi að gera félagsmönnum okkar kleift á að vera virkari og hafa meiri áhrif á félagið sitt með því að við ætlum að vera það með fræðslu og bjóða gestum inn og þannig að það er ýmislegt sem við erum að reyna að gera til að valdefla og virkja félagsmenn okkar. Einmitt, ég kannski líka komin á það að það er það sem að
til dæmis, þú varst að tala Sólveig Anna með, þú veist, já, ég man eftir umræðu þegar komum, það er svolítið gegnum lýsandi einhvern veginn þessi fátæktarskömmun sem kemur svolítið frá valdinu, að einmitt að það er þetta að sko samstaðan og öll svona stemningin sem skapast í kringum þetta, það þótti eitthvað óviðeigandi og ég var bara að velta fyrir mér, er þetta ekki svona partur af þessu svona fátæktarskömmun, að bara því að fólk er á láglaunum eða fátækt, þannig má það ekki hafa gaman, má ekki fagna og... Akkurat, pælið í þessu, hvað þetta er hræðilegt. En ég meina eins og til dæmis, já, í baráttunni í borginni, þegar borgin var sannarlega í okkar höndum, sem hún er náttúrulega líka bara á hverjum einasta degi, þú veist, þetta var náttúrulega svona sniðugt slagorð, hún var í okkar höndum af því að við vorum tilbúin til þess að gera það sem að til þurfti, en þetta var náttúrulega lýsing á einmitt, hinnum á raunveruleikanum, þar sem að við notum hendurnar okkar á hverjum einasta degi til þess að tryggja að starfsemi borgarinnar gangi. Þessi risastóri Eflingar hópur, 1800 manns, 80% konur, eru manneskjurnar sem að vinna á leikskólanum, halda því kerfi bara gangandi bókstaflega með höndunum sínum. Þannig að þetta var, já, þarna líka náðum við svolítið svona að brjóta svona þessi ógeðslegu tabú að einmitt. Það á svona að nýta þið til vinnu, þá að piska þið áfram, þá að borga þér ógeðslega léleg laun sem gerir það að verkum að þú getur aldrei frjálst höfuð strokið, þá að vinnu þrælka þig einmitt þangað til að þú missir heilsuna og verður öryrki, en þá aldrei að viðurkenna að þú sért ómissandi starfsmanneskja, að það sért þú sem að raunverulega bara svona eins og í gömlu sósíalísku myndunum, þú ert ásamt félögum þínum. Og svo áttu líka einhvern veginn að vera svona ótrúlega buguð og þjáð og það er náttúrulega þessi svona taktík að búa til einhverja svona skömm yfir því, þú veist, af hverju er ég með svona lág laun, af hverju sko, og gera það þá að verkum að manneskjan í stað þess að hún vakna á morgnana og horfi í speglun og hugsi, þú veist, ég er ómissandi starfsmanneskja, ef ég mæti ekki í vinnuna í dag, þá ganga hlutirnir ekki upp. Þú veist, í staðinn að búa til þetta svona, já, þessa skömm, hvað gerði ég rangt, hvers vegna á ég ekki peninga og svo framvegis, og við náttúrulega með því einmitt að fara þá leið sem við fórum í þessari baráttu, með því að ná þessu mómenti þar sem að félagsfólki sjálft steig fram, lýsti bara með einmitt, bara svona, sko, hvað getur maður sagt, bara svona sjálfsvirðinguna. Í algjöru svona fyrirrúmi, hvað það væri mikilvægt, sagði frá vinnunni sinni, allir sáu það bara með algjörlega bara skýrum hætti, en svo jafnframt fylgdi sögunni á fyrir þetta fæ ég, þú veist, þessar örfáu krónur og fyrir þessar örfáu krónur þarf ég að borga húsaleigu, sjá fyrir börnunum mínum, og svo framvegis, og vegna þess að ég er á þessum launum þá þarf ég að fara og selja vinnuafli mitt á einhverjum öðrum stað og vegna þess að ég þarf að gera það þá verð ég á endanum heilsulaus, og svo framvegis. Þannig að þú veist, við erum að stíga þessi svona mikilvægu skref sem þarf að stíga, þú þarft til þess að geta svo haldið áfram með baráttuna, þá þarftu að búa til svona vettvanginn þar sem að fólk áttar sig á þessu, þar sem að við komum saman í hóp og nærum svona hvert annað og ég segi við við manneskjunum sem ég er að tala við, já, hvað er þetta? Og svo segir manneskjunum mér það, hvernig það er hjá henni og við svona áttum okkur á því að við erum auðvitað öll einstakar manneskjur með einstakar sögu en við eigum þetta algjörlega sameiginlegt. Og það var þetta sem að bara varð til og ástæðan fyrir því að þessi barátta í borginni var svona öflug og bara söguleg að mínu viti var af því að við vorum þarna bara að lýsa sannleikanum, við vorum að lýsa raunveruleikanum og sem að þú veist, þurfti svo að kjósa verkföllin og svo framvegis, ef að það hefði skynjað að ég væri ekki, þú veist, heiðvirð í málflutningi mínum og að kröfugerðin okkar væri einhvern veginn ekki basiruð á bara raunverulegum kröfum, auðvitað hefðu þau aldrei viljað taka þátt í þessu.
Auðvitað hefðu þau ekki stutt kröfurnar og verið tilbúin til þess að fara í þessar aðgerðir. Ástæðan fyrir því að þetta gekk allt var vegna þess að við vissum öll, eiginlega held ég bara öll sem eitt, að þetta var eitthvað sem varð að gerast, það var ekki hægt að bíða lengur eftir þessu og við höfðum þetta tækifæri, við urðum að nýta það og það var það sem við gerðum. En já, ég alveg sammála að ég meina þessi svona kúgunar orðræða og þessi svona kúgunar stemning að búa til einhverja skömm inn í manneskjunni sem að býr við skert kjör, þetta náttúrulega gert til þess að reyna eftir bestu getu að koma í veg fyrir það að hún einmitt opni munninn og fari bara að segja satt og rétt frá. Þetta bara ofbeldi að mínu viti, þetta bara massíft andlegt ofbeldi sem að fólki beitt, þetta kerfisbundið ofbeldi og ég ætla líka bara að leyfa mér að segja það að þessi svona yfirgengilega vinnu þrælkun, ég meina þetta bara líkamlegt ofbeldi. Að koma fram við manns líkamann með þessum hætti að það sé einhvern veginn aldrei pláss fyrir bara einhvern veginn einhverja svona mýkt og fegurð og afslöppun og gleði. Ég meina, hvað það annað en bara kerfisbundið ofbeldi gagnvart fólki? Já, og líka kannski að því að ég hugsa líka að þetta sé að miklu leyti að þessir menn þarna, þeir eru náttúrulega vanir að tala við aðra valdakalla en ekki við til dæmis eins og þú náttúrulega kemur úr þessum geira. Þú varst starfsmaður á leikskóla og var þessi barátta ekki frekar svona persónuleg fyrir þig, sérstaklega þessi hvernig var að vera svona, stíga inn í þetta í þessu embætti. Þetta mjög persónulegt. Þetta bara allt mjög persónulegt. Bara þið pólitíska persónulegt, þið persónulega pólitískt. Algjörlega. Ég meina það bara grunnurinn auðvitað í þessu. Öllu. Og bara ekki bara þessi barátta. Ég tek alla þessa baráttu bara mjög persónulega. Það bara særir mig persónulega að verða vitni að þessu ógeðslega viðbjóðslega arðráni sem ástundað. Það særir mig bara persónulega að verða vitni að því að bara risastór hópur af fólki komist ekki af á laununum sínum. Ég tek því bara mjög persónulega að hér sé risastór hópur atvinnulausra kvenna sem að þurfi nú að standa í röð til þess að fá mat fyrir sig og börnin sín og við eigum að taka þessu persónulega. Ég meina það einu af svona stóru legum nútímans og svona stóru legum nýfrjálsíkjunnar að við eigum einhvern veginn að ekki taka stórum félagslegum óréttlátum atburðum eða kerfum persónulega. Við eigum bara alltaf að láta eins og þetta komi okkur ekki svona við á persónulegu leveli en ég meina lykillinn að því að held ég einmitt endast í einhverjum svona aktivisma, endast í einhverjum svona baráttu, það þetta að virkja þetta svona að segja bara eitthvað, ok, ég bara að upplifa bara rosalega stórar tilfinningar út af þessu og það ekkert vegna þess að sé eitthvað að mér, ég ekkert defekt, kerfið defekt og bara læra bara þykja vænt þessar tilfinningar, læra bara þykja vænt átreiðsitt, læra bara þykja vænt andúðina og hugsa bara, það bara eðlilegt að upplifa þessar tilfinningar, það óeðlilegt að upplifa þær ekki. Það eitthvað óeðlilegt þegar þú getur lesið talað við, orðið vitni af upplifað á eigin skinni massíft kerfisbundið óréttlæti og þér tekst einhvern veginn að láta hvað eins og þetta hafi ekki áhrif á þig að þetta sé ekki að gerast. Það eitrunin sem að hefur náða svona breiðast út vegna þess að við höfum náttúrulega áratugum saman verið neydd til þess að lifa inn í einhverju bull hugmynd samfélag. Já, nákvæmlega. Ég líka að velta fyrir mér öðru að því að ég hef verið starfandi í félagasamtökum og svoleiðis og þannig að og þetta með einmitt aðgengi fyrir til dæmis þá sem ekki tala íslensku að öllum upplýsingum og annað, þessi náttúrulega stórlega ábótavant allstaðar og það rosalega lítil aðstoð einhvern veginn í boði, til dæmis eins og félagasamtök geta ekki sótt neitt fjármagn fyrir, túlka og þýðingaþjónustu og svo framvegis. Hvernig hefur þið taklað þetta til dæmis að því nú eru þið búin að vera mjög öflug í þessu að bæta þetta aðgengi? Kannski að því að Daniel var að nefna þetta áðan með þetta. Hefur þetta ekki verið stór áskorun? Ég tek undir með Danna, ég meina þetta náttúrulega breytt af einmitt stóru svona verkefnunum okkar og
En þetta var náttúrulega alltaf bara partur af því sem við ætluðum okkur að gera. Þetta var ekki þetta kom ekkert eitthvað svona eftir á byrju, já við þurfum að gera þetta. Þetta var alltaf bara partur af þessu verkefni og ég myndi segja að jú, þetta koma upp einhver moment þar sem að þú hugsar, þú veist, ok, við þurfum að finna út úr því hvernig við getum gert þetta betur og svo framvegis. En við höfum bara alltaf litið á þetta sem bara svona algjörlega sjálfsagðan hlut, að við gætum ekkert leyft okkur sjálfum að komast upp með það að gera þetta ekki og vanda ekki til verka þarna. Og við höfum líka bara, stjórn Eflingar hefur bara ákveðið að taka þarna bara forystu hlutverk innan hreyfingarinnar í þessum málum og bara slá hvergi af kröfunum sem við gerum til okkar sjálfra með þessa hluti og við auðvitað höfum ekkert þú veist, gert þetta einhvern veginn með fullkomnum hætti en ég veit þó að miða við náttúrulega það sem gerist og gengur þá erum við held ég bara komin ljós árum á undan mjög mörgum. Hvað segir þú um það, Danni? Ertu ekki frekar sammála því? Jú, ég algjörlega sammála og meira segja sko svona heildarsamtökin þurfa nú að fara að heilsa upp þessu buxurnar líka varðandi upplýsingagjöf á fleiri tungumálum. En eitt af því sem við höfum náttúrulega gert er líka að við höfum ráðið til okkar á skrifstofuna alveg töluvert mikið af fólki með erlenda bakgrunn sem gerir alla þessa bæði svona þjónustu við alla félagsmennina miklu markvissari raunverulega og þú veist þannig að þetta það held ég líka að sé alveg gífurleg bót fyrir okkar félagsmenn, sérstaklega okkar erlendu félagsmenn. Og það kemur náttúrulega líka með inn í félagi mikla reynslu sem að við kannski höfum ekkert sem hvíta forréttindafólki á Íslandi sko. Sem maður ég fer alltaf að hugsa þetta privilege sem maður hefur en þaðan kemur náttúrulega mikil reynsla sem að við þó að ég hafi verið láglaunamaður á Íslandi þá veit ég ekki hvernig það að vera láglaunamanneskja af erlendu bergibrotin á Íslandi. Einmitt. Einmitt. Við náttúrulega við þú veist ég bara sem svona alþjóða sinnuð manneskja sem ávallt trúað á alþjóðlega vinkil baráttunnar veit að þú veist, við sem að tilheyrum stétt verka- og láglaunafólks, við sem að tilheyrum þá þeirri stétt sem er líklegust til þess að upplifa fátækt og svo framvegis. Hvað höfum við? Jú, við höfum samstöðuna og fjöldan og við erum líka fólkið sem að bara sökum okkar vinnu umhverfis, vinnur saman, við erum með í bara okkar vinnu umhverfi fólk frá bara öllum heimshornum. Þannig að líka vegna þess þá það svo ótrúlega svona, held ég svona, bara svona náttúrulegt að verka- og láglaunafólk á Íslandi sé svona sá hópur sem að sé á endanum kannski bara svona opnastur og meðvitaðastur þessa svona mikilvægi þessara svona samstöðu. Ég meina þetta eru bara vinnufélagar okkar og Danni sagði áðan að það væri helmingur félagsmanna Eflingar af erlendum uppruna. Það rétt og ég held meira segja að við séum ríflega helmingur félagsmanna Eflingar af erlendum uppruna. Þannig að líka bara þó að ég væri ekki bara svona dedikeraður alþjóða sinni þá það bara þá það bara skylda félagsins að öllu leyti að einmitt vera þá bara að sinna þessu hlutverki sínu á hverjum einasta degi eftir bestu getu og Danni talaði að það hefði verið fjölgað mjög í starfsliði skrifstofunar í hópi þeirra sem að koma frá öðru landi upprunalega og ég held að núna séum við með 6 eða 7 tungumál sem eru töluð af starfsfólki skrifstofunar og við þú veist, það mjög mikill munur fyrir mannesku að koma niður geta fengið að hitta starfsmann sem að talar sama tungumál. Það líka bara partur af því að reyna að búa til svona
reyna að senda þau skilaboð að allir séu sannarlega velkomnir. Já. Allir félagsmenn séu velkomnir vegna þess að það var líka bara mjög mikilvægt verkefni að fara í það að leyfa fólki að upplifa það og skynja að dyr Eflingar væru stæðu opnar fyrir alla félagsmenn Eflingar. Já, akkurat. Við þurfum að fara að enda þetta því að þú ert mjög upptekinn þessa dagana. Má ég bomba einu kommenti á það sem Solla var að tala um? Ég held að þetta sé ein af okkar fáu forréttindum sem verka á láglaunafólk. Það að fá að kynnast öllu fólkinu sem við erum að vinna með. Og þetta ekki bara vinnufélagar okkar, þetta vinir okkar og þú veist, þarna alvöru samstæða. Já. En já. Takk. Það mjög mikilvægur punktur. En mér langaði nefnilega því að nú erum við náttúrulega í svona frekar óhefbundnu ástandi, það búin að vera þessi COVID-bylgja og ég einmitt sá frá þér, Sólveig, að þú varst að gagnrýna stjórnvöld fyrir að vera ekki með nægilegar upplýsingar einmitt fyrir fólk af erlendum uppruna. Og ég heyri það líka bara frá því fólki sem hefur verið í kringum mig að þessar upplýsingar voru aldrei fullnægjandi fyrir alla. Það var einhvern veginn, já. Það var alveg rosa sjokkandi fyrir mig þarna í sumar þegar ég áttaði mig á þessu. Já. Við vorum þetta var þegar þú veist allt fór aftur í svona lockdown momentið. Já. Og við förum í svona rosa náttúrulega í Eflingu bara frá upphafi þessa alvarlega. Og þannig að við förum bara þarna á þann stað að fara að gera okkar besta og þá fer ég að kíkja á þær upplýsingar sem liggja fyrir og ætla að fara að finna bara svona minnisblöð og svona á tungumálum, erlendum tungumálum og þá sé ég að þau bara eru einfaldlega ekki til staðar. Þannig að þú veist og það líða bara margir dagar þangað til að síðan, COVID-síðan uppfærð þannig að upplýsingarnar sem eru á íslensku og upplýsingarnar á hinum tungumálunum séu eins. Og þetta var rosa skrítið og ég er oft svo hissa á sjálfur mér af því ennþá verð alltaf jafn svona hissa og sjokkir þegar ég sé svona hluti. Og ég held að ég hafi bara eitthvað svona ótæmandi brunn af hissa og sjokkirandi heitum inni mér. Ég bara trúði þess ekki. Ég veist bara hvernig ósköpunum hægt að stíga fram og segja við öll að vera í þessu saman og að við séum öll almannavarnir þegar að stjórnvöld geta ekki tryggt þessum risastóra hópi af aðfluttu fólki sem býr aðgengi að réttum upplýsingum. Og þarna erum við líka að tala að þessi risastóri hópur aðflutts fólks, hann í störfunum þar sem að þú getur ekki verið að vinna heima, þar sem að þú ert í konstant samneyti við aðrar manneskjur og þetta hópurinn sem að vinnur í, þú veist, matvælaframleiðslu og svo framvegis, þannig að líka, já, þetta bara framlínu störfin, þannig að í ljósi þess, þá það náttúrulega eiginlega bara óbærilegt að hafa orðið vitni að því að þessa hugsun vantaði. Þannig að við svona tókum smá slag út af þessu og þetta var svo uppfært og auðvitað get ég ekkert fullyrt það hver ástæðan var en þetta var allavega já, það var mjög merkilegt að sjá þetta bara með svona brjálæðislega skýrum hætti Einmitt, þegar ég sá þetta að því ég persónulega ætlaði að benda mannesku af erlendum uppruna á þessa síðu og komst þá að því einmitt að það voru einhverja svona grunnupplýsingar á mörgum tungumálum en ekkert af uppfærðu. Já. Akkurat, þannig og þá segi ég líka, þetta þá ekki bara verra? Ef þú ferð af stað, setur upp svona síðu og þú ert með eitthvað skriljón tungumál og þú auglýsir það og segir við fólk, hey, þetta síðan sem þú átt að fara á, svo breytast reglurnar og sóttvarnaaðgerðir eru hertar verulega en þú uppfærir ekki þessar upplýsingar. Ég meina, það ekki bara eitthvað svona criminal negligence eða eitthvað, hvað það heitir, svona eins og maður heyrir í svona þáttum, þú veist. Það bara búið að, þú veist, búa til eitthvað, já, svona vanræksla, þetta ekki bara eitthvað svona
graf alvarlegt mál. Já, ég var nýbúin að sjá þetta nefnilega þegar ég sá stöðufærsluna þína sko, þetta. Þetta graf alvarlegt mál og eina ástæðan fyrir eitthvað að flissa að þessu, þetta einhvern veginn eitt af þessum endalausum momentum þar sem að maður eitthvað svona, veist, öðrum megin ég að gráta og hinum megin ég að hlæja því að þetta er svo absúrt, þetta er absúrt aðstæður. Já, en þess vegna er náttúrulega mjög mikilvægt að fólkið sem er í aðstöðunum fari inn í eins og til dæmis stjórn Eflingar og bara allstaðar þar sem er verið að þjónusta fólk. En við verðum víst að fara að hætta því að þið þurfið að þjóta. Bara takk alveg innilega fyrir að vera með okkur í dag á þessum alþjóðlega baráttudagi gegn fátækt. Og er eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Ég bara þakka þér fyrir að bjóða ykkur og gangi ykkur bara ótrúlega vel og bara lifi baráttan, lifi samstæðan og allt það sko. Algjörlega, Danni. Algjörlega, ég ætla bara að segja takk fyrir mig og bara, þú veist, þetta er ótrúlega flott framtak hjá ykkur og við hlakka til að fylgjast með. Já, takk fyrir og við fylgjast með ykkur sömuleiðis. Nei. Og þar fer fram margvísleg starfsemi. Þær eru komnar til mín tvær frá hjálparstarfi kirkjunnar sem eru Kristín Ólafsdóttir sem er fræðslufulltrúi hjálparstarfsins og Júlía Margrét Rúnarsdóttir sem er félagsráðgjafi hjá hjálparstarfinu. Komið þið sælar. Sæl blessuð. Mér langar eiginlega bara að byrja á að spyrja þig Kristín, geturðu sagt okkur hvað þið eru að gera hjá hjálparstarfinu starfið og starfsemina? Já, takk. Kannski að byrja bara á því að tala eins starfsemina á tímum COVID eða ekki, bara svona almennt kannski aðeins að gera grein fyrir því í hverju starfi innanlands felst. Þetta er svolítið þrískipt. Það er þessi efnislega aðstoð og það eru valdeflingaverkefnin okkar. Og svo í þriðja lagi eins og í samstarfinu innan EAPN, þetta talsmannshlutverk eða málsvarastarf eða að tala fyrir almennri farsæld. Þannig að þetta er þrískipt. Kannski svona það sem að fólk þekkir svona best er efnislega aðstoðun og ráðgjöfin sem að félagsráðgjafarnir veita. Og það efnislega aðstoðun er fyrst og fremst í formi inneignakorta í matvöruverslunum. Svo höfum við hér í langan tíma verið með fatamiðstöð sem fólk getur komið og sótt sér notaðan fatnað sem að almenningur hefur gefið hjálparstarfinu. Síðan er hér lyfjaaðstoð fyrir fólk í neyðartilfellum. Og þetta er svona í grófum dráttum efnislega aðstoðin, en það er svona ýmislegt annað og persónu, þetta er alltaf svona unnið á þessum persónu grundvelli, fólk sem kemur hingað í leita aðstoð, að félagsráðgjafarnir auðvitað reyna að verða liðið eins og hægt er með það. En það er þá alltaf háð ákveðnu skilyrðum auðvitað, eins og flest. En síðan er það virkniverkefnin sem að hafa þá þetta markmið að klippa á vítahring og fátæktar og félagslegra einangrunar og síðan er það einmitt eins og með EAPN að stjórnvöld og allt fólk í landinu sé meðvitað fyrirbæri fátækt og að við finnum saman leiðir til þess að koma til þess að takast á við þetta félagslega fyrirbæri. Þannig að þetta er svona í grófum dráttum svona hlutverk hjálparstarfsins heima á Íslandi. En auðvitað er þetta bara, við erum líka með verkefni á alþjóðavísu, bæði í þróunarsamvinnu og líka í mannúðaraðstoð. Þetta snýst alltaf þetta, þó að efnislega aðstoðin verði fyrirferðarmest þegar það er mikil neyð. En þetta er svona aðferðin, alltaf valdeflingin og að við séum sem samfélag meðvituð
þetta félagslega fyrirbæri, fátækt og við tökumst á við það, breiðum grunni. Já. Og þetta sko bara almennt. Já, einmitt. Takk fyrir þetta. Ég kannski snýmir að þér, Júlía, þú ert félagsráðgjafi hjá starfinu, þannig að þú ert svona meiri í samskiptum við fólkið beint. Geturðu sagt mér frá þeim verkefnum sem að þú ert að fást við? Já, einmitt. Við erum 3 félagsráðgjafar hjá hjálparstarfinu og við tökum á móti fólki sem kemur og sækir þessa efnislega aðstoð sem að Kristín var að segja hérna frá. Og við erum í því svona alla daga, fólk getur komið til okkar og sótt og erum að opna tíma og svoleiðis og fólk heyrir líka mikið í okkur símleiðis og það eru e-mail og alls konar. Og þá tökum við upplýsingar hjá fólkinu og förum yfir og sjáum hvernig við getum aðstofað fólk. Og svo erum við líka með alls konar svona virkniverkefni eins og Kristín var að segja áðan. Og það eru til dæmis, við erum með saumaverkefni sem ætlað erlendum konum og þá hittast þarna konur og eru að sauma saman og vera með öðrum konum og vinna í höndunum, borða saman hádegismat og þetta einmitt hugsað svona til þess að auka virkni og koma í veg fyrir þessa félagslega einangrun. Þetta eitt af þeim verkefnum og svo eitt verkefni sem heitir Stattu með sjálfri þér og það verkefni sem ég svona held utanum og við fórum af stað með það núna í haust í 3. skiptið í þessu formi sem það núna og þá þetta verkefni til 2 ára og þetta ætlað konum sem á örorku og eru með börn á framfæri og þannig erum við sem sagt að efla þær, styrkja þær, rjúfa félagslega einangrun og efla þær í foreldrahlutverkinu. Það svona þessi stærstu markmiðin með verkefninu og við hittumst einu sinni í viku og fáum til okkar alls konar fyrirlesara með ýmis viðfangsefni og þetta eins og ég segi til 2 ára. Og svo erum við með líka svona önnur verkefni sem eru eins og til dæmis sumargarðar heitir það, eða ræktaðu garðinn þinn. Þá erum við sem sagt bjóðum við fjölskyldum eða einstaklingum að koma og vera með okkur upp í Breiðholti að rækta grænmeti. Og þá erum við bara alveg frá grunni, bara stinga upp garðinn, setja niður, taka upp, hvað eigum við að gera við uppskeruna og þetta einmitt svona sami tilgangur með þessu verkefni. Og ég gleymi einhverju svona verkefni. Alls ekki. Nei. Og svo erum við með alls konar svona kannski eins og styrki eða þannig þar sem við erum að aðstoða fólk sem að sækjur þá til dæmis með tómstundir eða frístundar aðstoð hjá börnunum sínum. Af því að þá kannski frístundastyrkurinn sem að fólki fær sem 50.000 fyrir árið ekki að duga og þá reynum við að aðstoða. Þannig að börnin sem að eru í þessum fjölskyldum séu ekki að líða fyrir það. Það sé ekki til peningur til að greiða fyrir tómstundir. Þannig að við erum að styrkja þau í því og eins erum við með sem heitir framtíðarsjóður. Það ætlað ungmennum sem eru sem sagt búið með grunnskóla áður en þú ferð í lánshæft nám og þá styðjum við það bæði með skólagjöld og bókakostnað. Þannig að við erum svona með því líka að rjúfa þennan vítahring fátæktar. Sem oft Einmitt. Já, takk fyrir þetta. Mér langar að spyrja, nú erum við náttúrulega búin að vera svolítið skrýtnir tímar, þetta árið búið að vera ansi, skrautlegt til þess að orða það pent. Þið eru, held ég, eina hjálparstarfi svo ég viti til sem hefur verið opið alveg í gegnum allt. COVID, takmarkanir og allt. Getur þið sagt mér aðeins frá hvernig þetta hefur verið og hvernig þið hafi brugðist við þessum aðstæðum? Kannski, við náttúrulega strax þarna í mars og fórum við athuga, fórum að gera svona plan A, B og C, hvernig við, og þetta, þú veist hvernig við ættum að hafa starfinu hér, við erum fámenn hér á skrifstofunni. 3 félagsráðgjafar sem að starfa alveg í ráðgjöf og að ýmsum verkefnum innanlands og svo ég og framkvæmdastjórinn og síðan eru skrifstofustjórinn hún Áslaug og Atli sem einmitt í lagermálum og bókhaldi og fleiru og við sem sagt fórum í það strax að skipta upp starfsliðinu þannig að helmingurinn vann heima og helmingurinn á skrifstofunni til þess einmitt að geta haldið starfsemin áfram. Þannig brugðust við í vor og það var náttúrulega aukið álag sérstaklega á fólki sem var þá viku sem það var skiptum sérst viku.
þannig að það var hérna mikið álag á fólki sem var á skrifstofunni, en við vildum forðast það í lengstu lög að þurfa að loka. En til þess að létta á álaginu, því að það auðvitað jókst hér heilmikið á vorun, sko, og hérna, en sem sagt, við brugðumst líka við með því að setja þjónustuna svolítið á netið, þannig að fólk gat sótt aðstoð á netinu og síðan höfum við þetta bara verið svona alltaf að finna nýjar og nýjar leiðir og hérna vera eins sveigjanleg eins og við mögulega getur og frumlega í að finna leiðir til að halda starfinu áfram. Og svo kannski, hérna, Júlía getur þetta komið betur inn á það, sko, þetta annars vegar, sko, við getum talað sko, að það hafa komið fleiri, en síðan vandinn líka dýpri hjá hverjum og einu sem leita þjónustunar og það náttúrulega, en til bara til að tala fjöldan, að þá strax, sko, á vormánuðum, þarna í apríl og maí, og miðað við, sko, síðustu mánuði 2019, þá var alveg, sko, tæplega 60% aukning í aðstoðarbeiðnum til okkar. Já. Og svo tókum við líka saman, sko, 5 mánuði, þá frá apríl og 5 mánuði áfram, og þá, auðvitað, því að yfir sumatíma þá bara svona, sko, heilt, eða sem sagt bara síðustu ára, þá fækkar aðstoðarbeiðnum á sumrin, þannig að yfir 5 mánaða tímabil þá var þetta 40% aukning meðan við þá sama sumarmánuði 2019, skilur við. En þannig að við höfum svo sannarlega fundið fyrir því að það eru fleiri sem að leita aðstoð til okkar og líka núna í skólabyrjun og svona. En síðan kannski líka það sem að svo mikilvægt að það einmitt, sko, kannski bara hvernig þið hafið, sko, unni með fólkinu sem hingað kemur, sko. Við hefum náttúrulega bara, einmitt, tekið á móti auknum fjölda og höfum reynt að taka á móti umsóknum í gegnum netið eða símleiðis ef það hægt, en það ekki alltaf í boði. Þannig að við höfum bara verið að fá fólk til okkar í gegnum allan tíman og reynum bara einhvern veginn að mæta öllum þar sem þeir eru staddir og sjá hvað við getum gert. Og bara svona dæmi það sem við höfum verið að sjá í þessu náttúrulega til dæmis þeir sem mistu vinnuna í COVID og þurftu að sækja atvinnuleysisbætur. Fólkið var í sumum tilfellum tekjulaust í 2-3 mánuði og þannig erum við að tala fólk sem með börn á framfæri og fólki var þá að lifa á húsaleigubótum og meðlag ef það var eða barnabótum. Þannig að þú veist, og þetta kannski dugði ekki fyrir leiguna og þá áttu eftir að kaupa mat. Þannig að við fengum þessi dæmi inn til okkar og fengum líka til okkar sem sagt fjölskyldur sem voru þá kannski í gegnum vormánuðina búin að klára allan orlofsrétt fyrir sumarið, þannig að þá þurfti að fara að kaupa sumarfrístundanámskeið fyrir börnin til þess að þú komst í vinnuna, þú veist, þannig að við vorum líka að sjá það svolítið og svo erum við líka bara búin að finna fyrir 8 einmannaleika, erum búin að sjá dæmi þess að fólk sem að lendir í sóttkví með börnin sín hefur ekkert félagslegt tengslanett. Þannig að í þeim tilfellum voru við að tala við fólki gegnum síma, gera innkaupalista, hvað vantaði og svo fengum við sjálfboðaliða sem fór og verslaði, fór með matinn fyrir utan heima hjá fólki. Þannig að við reyndum að bregðast við öllum beiðnum eins vel og við gátum þegar það var hægt. Já. Við höfum séð svolítið þetta einmitt, sko, hér bara svona standard felst í starfinu að draga úr félagslegri einangrun. Já. Og það sem COVID hefur gert að sko, þetta fyrirbæri hefur komið svolítið upp á yfirborðið og við sjáum vandann. Já. Þú veist, bara sem samfélag og og einmitt þegar við að tala það þú veist, við auðvitað borðum öll saman og tölum sko, þó við séum ekki að tala aðstæður sko, einhvers einstaklings, að þá tölum við aðstæður fólksins sem leitar til okkar, þú veist, þegar við hittast við matarborðið og það því að við myndir að tala þetta, sko, þennan kvíða og þessa einangrun sem að verður einhvern veginn svo ábyrrandi á þessum skrýtnu tímum. Já, einmitt, og kannski margir einmitt í bæði með viðkvæma heilsu og hafa náttúrulega áhyggjur af því. Og svo kannski margir sem að hafa verið einangraðir frá öðrum fjölskyldumeðlimum vegna ástandiðins. Já. Já. Mér langar kannski að sko, það eitt sem að við viljum auðvitað alltaf tala það sem að vel gengur og svona, þú veist, þannig að maður ekki áherslu á það.
Einmitt. En það er eitt sem að við þurftum að gera og við þurfum að gera núna meðan að sóttvarnar yfirvöld eru með reglur sem að við auðvitað fylgjum til þess að vernda bara heilsu þeirra sem hinga að leita og sjálfboðaliðana sem starfa með okkur. Já. Að við höfum, sem sagt, eins og ég nefndi hérna í upphafi, við erum með svona fatamiðstöð sem að við höfum opnað á þriðjudagsmorgnum og við höfum haft hérna alveg frábæran hóp sjálfboðaliða sem starfa með okkur þá og svo annan hóp reyndar sem starfa með okkur á miðvikudögum til að taka fatnaðinn sem okkur hefur borist og raða honum upp í stærðir og kyn og svona og rampi hillur og slár og allt svo leiðis. En sem sagt, þarna í vor þá þurftum við að loka fatamiðstöðinni tímabundið. Þá opnuðum við hana aftur í haust með ákveðnum reglum fjarlægðarmörk og allt þetta. Svo þurftum við að loka henni núna aftur, tvær vikur síðan að við tókum þá að erfið ákveðun að loka henni aftur tímabundið. Þannig að hún er ekki opin hjá okkur núna. Það er svona það sem við höfum bara þurft að kyngja því að við gátum ekki haldið því áfram á þessum tímum. En önnur aðstoð sem að hjálparstarf veitir og þjónusta, sem sagt með efnislega aðstoðin í formi inneignarkorta og lyfjaaðstoð, hún heldur áfram. Þú ert að halda áfram með virkniverkefni þitt sem er svo mikilvægt. Já, við ákvæðum sem sagt þetta verkefni sem ég var að segja frá sem heitir Stattu með sjálfræðir, þar sem að eitt af markmiðunum er að rjúfa félagslega einangrun og koma í veg fyrir hana. Við ákvæðum að sem sagt við slepptum einu skipti en við heyrðum strax frá þáttakandum að þetta væri mikilvægt og þeim fann strax eitthvað vanta þrátt fyrir að þetta sé búið að vera í 5 vikur í gangi. Þú veist, þetta komast út, hitta aðrar konur í svipaðri stöðu og bara fara í virkni. Þannig að við tókum það ákvörðun að halda áfram með það. Við erum svo heppin að hafa aðgang á stórum sal, þannig að við erum bara með mikla fjarlægð, það eru grímur og það er spritt og við erum bara að fylgja öllum reglum en samt að halda þessu áfram af því okkur finnst það bara svo ótrúlega mikilvægt í staðinn fyrir að fara að taka pásu kannski í mánuð, svo kannski góðu tími í smástund, svo það kannski gera það aftur en þetta bara einhvern veginn er kannski ekki alveg að ganga fyrir hópin sem við erum að aðstofa. Það er mitt. Það er svona til að tala þennan, þetta verkefni og svona því að persónulega finnst mér það svo frábært. Já. Og ég fylgst hérna með þetta er 3. skiptið sem að við förum á stað með svona 2 ára verkefni fyrir ákveðin hóp kvenna og sem að fá þá bara svona bara mikla, hvað ég kalli þetta, ekki beint aðhlýningu en svona bara mikla þjónustu í ákveðin tíma og konur sem hafa tekið þátt í fyrri verkefnum, þær hafa skrifað umsögn verkefnið og það er náttúrulega það sem að hefur mest að segja og það er bara svo flott að sjá það sem þær skrifa í umsögnum verkefni, hvernig þetta hefur komið þeim einhvern veginn af stað í, það er ekki endilega markmiðið að fara aftur út á vinnumarkaðinn, heldur að þeim líði betur, ekki satt? Jú, bara auka vellíðan og styrkja sjálfan sig, það er svo ótrúlega hefur svo víðtæk áhrif að vera öruggari og líða vel í eigin skinni. Þannig að það er svona stærsta markmiðið og við erum að gera það með ýmsum hætti og bara það að auka virkni, þá er maður að eflast. Og fyrir utan það að þetta að mæta á 50 dögum þá hafa þær aðgang að mér í 2 ár og ég fer með og styð og ef það þarf að fara á fundi eða ef það þarf að aðstoða við hinn ýmsu mál, þá er ég til staðar. Þannig að þetta er svona heildstæður stuðningur, ef ég get sagt það. Já, það er mitt. Laufey, má ég koma að, við vorum með söfnun í haust. Já. Og slagorðið okkar í söfninni var ekkert barn út undan og það er sem sagt þá erum við að safna fyrir verkefnum auðvitað fyrir þjónustunum sem við veitum barnafjölskyldum. Já. Þá erum við aðalega að leggja áherslu á þjónustuna við börnin sem að lifa við þessar aðstæður og mér langar bara svo að koma á framfæri þakklæti til fólk sem að svaraði kalli. Þetta er bara frábært, við fengum 10,8 milljónir til að sinna starfinu í þessari söfnun og við erum bara svo þakklátt fyrir hennar stuðning, við finnum svo frábæran stuðning við starfið og bara núna, því að auðvitað nýtist þetta framlag nýtist auðvitað allt skólaárið en bara núna í upphafi skólaárs það voru
120 börn sem að nutu aðstoðar hér í vetrarbyrjun með vetrafatnað og skólatöskur og annað tengt skólastarfi. Já. Svo voru líka, þú veist, Júlía var að tala unglingan og unga fólki sem að fær styrk til að fara í framhaldsnám sem ekki lánshæft. Já. En svo við líka, það líka hér krakkar eða foreldrar auðvitað barna geta fengið styrki svo þau geti tekið þátt í íþróttum og öðru tómstundastarfi með jafnöldrum. Og þá þú veist, auðvitað tómstundastyrkir sveitafélaga, það frábært, sko. Það dugar auðvitað bara skammt. Já. Það auðvitað kannski hluta af eða það fer upp í iðkunnagjöld í íþróttafélögum. En svo, þú veist, það svo margt annað sem fylgir, eins og við tekjum bara, þú veist, íþróttabúnaðurinn, íþróttaskotnir, fötin, taskan, ferðirnar og svo, þú veist, við erum til dæmis með barn sem var komið í afrekshóp og það kostar miklu meira. Já. Þannig að, þú veist, en aðstæða barnsins eða fjölskyldunar, sko, við viljum gera allt til þess að barni líði ekki fyrir það og geti tekið þátt í þú veist, bara fá að njóta einn verðleika og taka þátt og bara í tala ekki með barnið sko í afrekshóp í íþróttum eða sama hvernig barnið statt en þú veist, það bara frábært að þessi stuðningur nýtist til þess að börn líði ekki fyrir fátækt. Já, akkurat. Það bara alveg mjög mikilvægt af því að eins og við vitum þá svo mikið af svona földum gildrum eða hindrunum fyrir fólk sem býr í fátækt af því að þó að það sé niðurgreitt iðkunnagjöldin þá þetta ansi kostnaðarsamt. Af því að það líka, þú veist, ef það erfitt að eiga fyrir mat, þá augljóst hvort fer á undan, hvort maður fórni því að hægt sé að æfa einhverja íþrótt eða kaupa mat. Já. Þú veist, og valið stendur stundum þarna á milli. Já, einmitt. Mér langaði líka aðeins að því að nú erum við búin að vera undir mikilli svona heilbrigðisvá. Þið eru með aðstoð við lyfjakostnað og svo leiðis. Hefur það eitthvað aukist? Ég bara velta fyrir mér eða hefur það verið svona svipað? Hvernig hefur sú aðstoð verið núna undanfarið? Já, hún hefur hvort hún hefur aukist. Ég þori ekki alveg að fara með það hvort að hún hafi aukist eitthvað mikið. Við erum sko, þú veist, á síðasta starfsári þá sko erum við að tala að við veittum þessa aðstoð 313 einstaklingum og í 576 skipti. Ég með starfskýrsluna okkar og dókna fyrir framan mig á svona síðu. Svo til, já. En hún frá júlí til júní loka ár hvert. En það auðvitað sko, auðvitað það þannig að fólk, þegar það auðvitað þak á lyfjakostnaði hjá hverjum og einum. Já. Þannig að það auðvitað, þú veist, við erum að aðstoða það sem að fólk að byrja á. Já, þannig að þeir að byrja nýtt lyfjaár. Þannig við reynum svona að aðstoða þá þegar kostnaðurinn sem hæstur. Þú veist, þá það stór hindrun. Já. Þannig að við erum að grípa inn í þegar það svoleiðis. Já, akkurat. Já, en vissulega mjög margir sem hafa haft samband við okkur á þessu tímabili og verið að óska eftir aðstoð með lyf. Já, einmitt. Heyrðu, Er tíminn að vera búinn eða? Jú, bara, ef það er eitthvað sem þið viljið bæta við, þá endilega gerið þið þá. Kannski aðeins að koma að, sko, kannski fólkinu sem að koma til okkar, og núna í COVID og hverjir kannski hafa það, eða hverjir að kljást við verstu sko aðstæðurnar. Já. Þegar við fundum þegar að COVID, atvinnuleysi fór að aukast, að þá auðvitað voru það nemar sem að voru kannski í vinnu með námi og voru ekki með fast vinnusamband og voru ekki á námslánum. Þeir auðvitað fundu fyrst og verst fyrir þessu og ekki það sem ég langaði svona, kannski einna helst að koma að útlendingar sem hafa verið hér bæði kannski án vinnusambands
og líka á bara sem sagt þekki ekki sinn rétt á vinnumarkaði. Já. Og þeir hafa svona Vilborg félagsráðgjafinn okkar hérna sem stýristarfinu hérna, hún svolítið rætt þetta sko. Að þetta sé svona bara svo við komum aðeins að sko hlutverki hjálparstarfsins sem svona talsmanns eða málsvara eða hvað maður hérna þó að fólk auðvitað tali fyrir sig sjálft en þetta hlutverk að benda á það sem pottur brotinn. Já. Eins og til dæmis að við verðum að virða bara hérna réttindi fólks á launamarkaði. Já. Þú veist, að hérna brýna atvinnurekendur til þess að fræða starfsfólk réttindi sín og eða þú veist að hafa trúnaðarmann sem fólk getur sótt í á vinnustaðnum og þetta bara fara vel með starfsfólk. Já. Hérna eru þið eingöngu að aðstoða fjölskyldufólk eða það líka einstaklingar? Við erum að leggja mesta áherslu á barnafjölskyldur. Já. En eins og þú komst inn á í upphafinu, þá vorum við hérna á tímabili einu hjálparsamtökin sem vorum opin. Já. Þannig að hinga leituðu margir og einstaklingar líka. Þannig að við tökum bara hvert dæmi fyrir sig og við metum stöðuna. Já. Og höfum gert það á þessum tíma. Já, akkurat. En fyrst og fremst barnafjölskyldur. Já, akkurat. Og bara til að ítreka sem Júlía sagði sko og á tímum COVID eða ekki sko að það sem hjálpast, það sem að ekki önnur hjálparsamtök á hverjum stað fyrir sig út allt land. Já. Að þá getur fólk leita til bæði kirkjunar og síðan félagsráðgjöf út á landi eða félagsþjónustu sveitarfélaga aðstoð hjálparstarfsins. En í sveitarfélögum þar sem eru önnur hjálparsamtök, þá við sagt, við leggjum áherslu á barnafjölskyldur vegna þess að það eru aðrir sem geta tekið við beiðnum aðstoð frá einstaklingum. Auðvitað bara vegna þess að fjármagnið alltaf takmarkað. Já, akkurat. Já. Ég veit hvernig það er. En hérna, þá ætla ég bara ekki að hafa þetta lengra í bili, en bara við getum sett inn hérna link með þessu inn svo fólk geta haft samband við ykkur. Já. Þannig að bara... Og hérna, baráttu kveðjur á þessum degi. Já, tilefni af 17. október. Þess vegna eru hér í dag. Takk alveg innilega Kristín Ólafsdóttir og Júlía Margrét Rúnarsdóttir. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Takk. Bless.